Sýni ykkur hérna hvernig við getum notað hérna lookup skipunina í Excel. Þannig að hérna ég með einhvern stuttan lista yfir einhverja vöru sem fyrirtæki að selja og hérna svona einingaverð af þeim. Nú, hérna síðan ætlar fyrirtækið að kaupa ákveðna vörur sem á þessum lista þarna. Þannig að þú ætlar að panta hérna bremsudiska og þú ætlar að kaupa hérna púströr og olíu. Einingaverð hérna, ef maður að gera þetta aftur og aftur þá vill maður ekki alltaf fara að leita að þessu verði sjálfur. Þannig að sem við gerum er að við látum Excel leita að verðinu fyrir bremsudiskar. Og þá notaðum við þessu skipu sem heitir lookup. Og hún virkar þannig að fyrst kemur hvað ætlum við að leita að. Við ætlum að leita þessi hérna orði, bremsudiskur. Kemur hérna semikoma eða komma. Og hvar ætlum við að leita að þessu orði? Jú, það er í þessum hérna flipa verðlisti. Og ætlum að leita því í þessum hérna lista hér. Svo ekki við semikoma. Síðan viljum við að hún, þegar hún finnur þetta orð, bremsudiskur, þá viljum hún skili gildinu sem er í þessari hérna hluta. Ég bara loka svo og enter. Nú, við þurfum hérna að passa okkur því að nota hérna dollaramerkið á listan sem við erum að leita í og listin sem við viljum fá tilbaka skila úr. Þannig að við setjum dollaramerkið þar. Það getum við dregið þetta niður og þá sjáum við að þá er hún búin að finna automatist hvað verðin er. Síðan er þetta að bæta hérna við, ég ætla bara að fá eitt svona eða 2 púströr eða 10 þessu. Þá var þetta að láta þetta Excel reikna þetta út. Þetta er þá samtalsverðið með hversu mikið ég ætlar að kaupa og hvað einingaverð er. Hérna væri síðan að hafa hérna samtalsupphæðina. Sem ég er búin að bæta hérna inn líka dagsetningu og þið getur látið Excel gera þetta svona skipa sem heitir sama sem today sem bara opna lokusvið og þá kemur dagsetningin.